Jæja, góðan daginn, búin días. Ég mjög glöð að sjá ykkur öll og hér í dag og býð ykkur hjartalega velkomin í loftsalinn. Við ætlum að byrja á því að lofa saman og syngja lofgjörðarljóð. Fyrsta sálminn, þegar hann kemur á skjáinn. Þarna kemur hann. Þetta er sálmur númer 11 í sálmabókinni en við sjáum hann hérna á bæði á spænsku og íslensku og við skulum lofa að byrja á því að lofa Guð saman hefur komið hér. Við ætlum að syngja meira, við ætlum að syngja sálminn Vorn heim og Herran Guð. Og við syngjum saman bæði á íslensku og spænsku á sama tíma. Nú ætla ég að biðja ykkur að rísa úr sætum því ég ætla að lesa úr Biblíunni, ritningaversið sem að ræðumaður dagsins hefur valið. Það er að finna í 2. Mósebók, 16. kafla og 4. versið. Þá sagði Drottinn við Móse, sjá ég vil láta rigna brauði af himni handa yður og skal fólkið fara út og safna hver dag svo miklu sem það þarf þann daginn, svo að ég reyni það
hvort það vill breyta eftir mínu lögmáli eða ekki. Við skulum lúta höfði. Góði Jesú, þú sem ert alltaf nálægur og vilt alltaf vera hjá okkur. Við vitum að þú ert hér í loftsalnum í dag. Viltu snerta við okkur? Viltu vera með ræðumanninum og þeim sem kenna? Viltu gefa þinn heilaganda hér meðal okkar? Og góði Faðir, viltu vera með þeim sem ekki eru komnir og sem ekki komast í dag? Viltu varðveita þá sem eru veikir og viltu hjúkra þeim og lækna? Og góði Jesú, viltu vera með einu og sérhverju hér inni og þeim sem okkur tengjast og þeim safnaða systkini sem við eigum hér á landi og út allan heim. Viltu hjálpa okkur að halda þinn dag og gleðjast yfir honum. Ég legg allt í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Við erum komin hérna saman og náttúrulega tilgangur okkar að komast nær Jesú og hverjum degi og sérstaklega á hvíldardögum og þess vegna þetta næsti sálmur svo viðeigandi. Það sálmur 334, Betur, betur til Jesú. Fallegu sálmur, eins og við eigum svo marga fallega sálma. En þessi vika, því að við ákveðum að breyta út af boðunar átakinu og út af því sem var að gerast hér í söfnunum, þá að hefjast bænavika, það ekki rétt hjá mér. Og bænavikan alveg sérstök vika þar sem við höfum lestra fyrir hvern dag og við einbeitum okkur sem söfnuður að því að biðja og við tökum líka upp fórn til bænavikunar. Nú ætla ég að vera viss að horfa á gjaldkeran okkar. Hún tekin upp í dag þá, það ekki? Það seinkuninni eða? Já. Þetta allt eftir bókinni. Við ætlum að taka núna upp fórn til bænavikunar og
Góði Jesú, þakka þér fyrir það sem þú gefur okkur. Þakka þér að við fáum að vera hér í dag og heyra þitt orð. Og góði Jesú, það er svo margt sem er álagið í þessum heimi. Það er svo margt sem að við sjáum. Við biðjum þig að vera með í öllum aðstæðum. Viltu vera með í Grindavík, í Gaza, í Úkraínu? Viltu vera með þeim sem aðeins vilja þrá að vera hér á landi og búa hér friðsamlega? Viltu vera með í öllum ákvörðunum stjórnvalda og viltu vera með kirkjun okkar og í ákvörðunum sem hér eru teknar? Og viltu vera með í þessum söfnuði? Viltu gefa okkur þrek og þrótt til að þjóna þér og til að hlusta og eyru til að hlusta á þig, fætur til að ganga þína leið og hendur til að gera það sem þú vilt að við gerum fyrir þig. Ég legg okkur öll í þínar hendur og bið að vera með okkur í Jesú nafni. Amen. Jæja, þá er komið að barnasálminum. Jesú litla lamb ég er. Og krakkar, þið megi koma hérna á fremstu bekkina á meðan og við erum að syngja. Syngja endilega hátt og snjallt með. Kemur barnasagan, gjör svo vel. Jæja, krakkar, hvað segir þið í dag? Che cuenta niños el día de hoy? Freyja, hún sýndi svona, Freya mostró así. en allir hinir, ¿Y todos los demás? allt gott, También. Ég segi líka allt gott. Yo también. Herðu, hún Salómea, hún ætla að lesa eina stutta sögu fyrir ykkur.
Og hún heitir, hvað heitir hún Salome? Kannan og límtúpan. Salomé va a leerles una pequeña historia que se llama La jarra y el resistol. Svo hún ætla að lesa og þið getið fylgst með myndunum. Ella va a Upp á leer y ustedes pueden mirar los dibujos. Einu sinni var kanna. Érase una vez una jarra. Dag einn brotnaði hún. Un día se rompió. Handfangið á könnunni brotnaði af. ¿Cómo se dice? Manubrio se le rompió. Það var ekki hægt að hella mjólkinni úr könnunni. Y así ya no se podía vaciar la jarra, la leche de la jarra. Fólk sagði að kannan væri gagnslaus og ónýtt. Y la gente decía, ya no sirve la jarra. Hver vildi eiga brotnað könnu? ¿Quién quería tener una jarra rota? Þá hitti kannan límtúpu. Pero ahí encontró la jarra un resistol. Límtúpan límdi handfangið aftur á könnunni. Y el resistol le ayudó para pegarle otra vez el manubrio a la jarra. Orejilla. Estoy aprendiendo español todavía. Nú var hægt að nota könnuna. Ahora sí se podía usar la jarra. Kannan fann að límtúpan var besti vinur hennar. Y la jarra sintió que el resistol ya era su mejor amigo. Vildir þú eiga vin sem hjálpar þér að vera nothæfur? ¿Te gustaría tener un amigo que te ayuda a ser útil? Já eða nei, myndi þið vilja eignast vin sem myndi láta ykkur líða vel? ¿Sí o no? ¿Les gustaría tener un amigo que les ayude a sentirse bien? Já, takk Salome. Gracias, en Salome. Samuel, hann ætla að segja aðeins hvað getum við lært úr þessari stutta sögu. Ahora Samuel nos va a contar qué es lo que podemos aprender de esa historia. Getið þið sagt mér hvað lærðu þið úr þessari sögu? ¿Ustedes me pueden decir qué es lo que podemos aprender de esa historia? Que Jesús siempre nos puede ayudar. Ég get sagt ykkur. Þannig að þegar við erum döp og leið, Cuando estamos tristes, eins og kannan sem var brotin, como la jarra que estaba rota, þá getum við biðja til Guðs podemos orarle a Dios og hann mun líma okkur saman eins og límtúpan við könnuna. y Él nos va a arreglar como el resistol ayudó a la jarra. Alltaf þegar við biðjum þá förum við nálægri og nálægri Guðs. Siempre cuando oramos nos acercamos más y más a Dios. Þá getum við verið eins og kannan og límpúturinn. Y así podemos ser como la jarra y el resistol. Takk fyrir. Já, það ekki krakkar? ¿Verdad? Stundum leiður okkur eins og við erum brotin kanna. A veces sentimos que somos como una jarra rota. Já, og eins og Samuel sagði, þá getum við tala við Jesú. Y como Samuel dijo, podemos hablar con Jesús Og biðja hann að gera eitthvað í hjartað. y pedirle que haga algo en nuestro corazón. Já, og þá líður okkur vel og þá erum við urðast að vera vinir ef við tölum við hann nóg oft. Y así empezamos a sentirnos bien y nos hacemos amigos con Jesús. Takk, krakkar. Gracias, niños.
Buenos días. Hoy está abriendo, sí. Buenos días Góðan daginn, y feliz sábado. gleðilegan hvíldardag. Me da gusto verlos Ég glaður að fá að sjá ykkur hér í dag y compartir con ustedes un poquito. og deila hérna nokkru með ykkur. La semana fue una semana bastante interesante, Síðasta vika var áhugaverð por decirlo de alguna manera bastante difícil. og erfið. Cuando tengo la oportunidad de compartir con ustedes, con la iglesia, Þegar ég fæ tækifæri til að deila orðum með ykkur sem kirkju, por lo regular a mí me gusta estudiar y escribir lo que voy estudiando, mér finnst gaman að rannsaka orðið og skrifa niður það sem ég að rannsaka. y se va construyendo poco a poco con el tiempo algo, ¿no? O sea, un mensaje. Og það byrjar að byggjast upp einhvers konar boðskapur. Entonces, por lo regular, cuando tengo la oportunidad de venir aquí al frente y predicar, Þannig að þegar ég fæ tækifæri til að predika hérna fyrir framan ykkur, voy y tengo por lo regular ya ¿cómo sería? Un bosquejo. þannig að þá ég með einhvers konar beina grind Y en base a ese bosquejo empiezo a preparar algo que ya tiene muchas cosas. og þá get ég farið að nota það sem ég nú þegar búin að vera að hugsa Y empiezas a sacar cosas, por si no es una cosa de ese tamaño. Kannski það svona risastórt en maður tekur út úr því og notar það. Y pocas veces entra algo, algunas veces más. Og stundum bætist eitthvað við. Pero esta semana sentí una impresión muy fuerte durante la semana Í þessari viku þá fann ég sterkt fyrir því de compartir con ustedes lo que voy a compartir. að tala við ykkur þetta sem ég langar að deila með ykkur. Y fue tomando un curso diferente, ese bosquejo que teníamos. Að þá fór þessi uppdráttur sem ég hafði gert að breytast. Entonces vamos a orar para que Dios me ayude a articular correctamente lo que tengo para compartir con ustedes y que nos dé un corazón y una mente preparada para entenderlo, tanto yo comunicarlo y a ustedes entenderlo. Við skulum biðja saman svo að Guð gefi það að við skiljum vel boðskapinn og hjálpi mér að koma honum áleiðis. Querido Padre Celestial, Kæri Faðir, þú sem ert á himnum, te damos muchísimas gracias por este sábado. við þakkum þér fyrir þennan hvíldardag Y quiero pedirte, Señor, en este momento que me ayudes a articular exactamente lo que tenga yo que decir, og hjálpaðu mig Drottinn að koma í orð það sem mig langar að segja, que nos des una mente fresca, að þú gefur okkur ferskan huga un corazón dispuesto og opið hjarta y que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, og með heilagur andi þín vera hér mitt á meðal okkar, guiándonos e instruyéndonos. leiða okkur og kenna okkur. A mí, conforme voy hablando, Og mér meðan ég að tala y a tu iglesia conforme van escuchando. og vera með kirkjunni á meðan hún hlustar. Te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo amado. Ég biðji í nafni Jesú Krists. Amén. Amen. Bueno, si hay algo por lo que pudiéramos recordar o un título que pudiéramos ponerle a este estudio, este sermón, Það eitthvað titill sem hægt að gefa þessari ræðu, sería este. þá það þessi titill. ¿A quiénes les gusta el pan? Hverjum finnst brauð gott? Yo creo que a todo el mundo, ¿no? Ég held að öllum finnist brauð gott. Algunos lo evitan Sumir þeir forðast brauðið, para no engordar, brauðið No. fitar pero a todos nos gusta el pan. Y este se ve bastante bueno. og þetta brauð lítur vel út. Uy, no, decía. Nei, ekki þetta.
¿Y a cuántos les gusta el pan con moho, viejo? Hverjum finnst miklað brauð gott? ¿Qué hacemos cuando abrimos la bolsa del pan? Hvað gerum við? Við opnum pókan á brauðinu, Sacas tu rebanada tökum upp brauðsneiðina y tremenda mancha verde. ¿Qué hacen? og ef við sjáum svona græna blett á því, hvað gerum við? Para la basura, ¿no? Beint í rusli með það. Tal vez si no hay de otra, le busca uno los que todavía no tienen verde y se terminan empacando los que no están con moho. Og svo kannski tekum maður einhver brauð á milli sem ekki með myglu og reynum að raspa eitthvað af þeim. Pero por la verdad agarramos el pan así feo, horroroso, viejo y con moho lo tiramos. ¿Por qué? Við hendum brauði sem með myglu, af hverju? Porque nos va a hacer daño. Hacia ¿no? Vicky. Hay grandes posibilidades de que te haga daño. Við getum orðið veik af því að borða það. Ahora, esta semana vamos a tener lo que es la semana de oración. Þessa viku erum við með bænaviku. Entonces quiero empezar preguntándoles, ¿qué hacen ustedes Þá langar maður að spyrja ykkur, hvað gerir þið cuando tienen una necesidad þegar að þið eruð í mikilli þörf o están agradecidos con Dios, og þið eruð þakklátt Guði un problema estresante? ef þið lendið ykkur í vandamáli sem veldur mikilli streitu? ¿Qué hacemos o qué hacen por lo regular? Hvað gerir þið venjulega? Ég Te fer pones a orar, ¿verdad? Te pones de rodillas y a orar. á hnén og bið til Guðs. Y por lo regular estamos confiados y esperamos una respuesta de Dios, ¿no? Og við höfum hugrekki og við búumst við svari frá Guði. ¿A cuántos de ustedes les ha contestado una oración Dios? Hver hefur orðið fyrir því að Guð svarar bænum? ¿Cómo saben que se las contestó? Hvernig vitið þið það að Oh, Rafa dice, porque lo que le pedimos, se cumple o se manifiesta de alguna forma, ¿no? Þannig að við kannski byggjum og þá kemur allt í einu svarið á eitthvað hátt. Cuando tenemos hijos, Ef við eigum börn sabemos lo que nos están pidiendo, og vitum hvað þau eru að biðja okkur ellos saben lo que quieren og þau vita hvað þau vilja y perfectamente entienden cuando lo reciben, ¿verdad? og þau skilja vel þegar þau eru að fara að taka við því. Ahora, ¿cuántas veces les ha contestado Dios sus quejas? Hversu oft hefur Guð svarað kvörtunum ykkar? ¿Cuántas veces se quejan con Dios? Hversu oft hafið þið kvartað í Guði? Ahí cambia un poquito la cosa, ¿verdad? Yo también. Cuando sé que fallé, disculpo, mas no pido. Te disculpas, le pides perdón. Já, O stundum que- þegar ég hef sí. gert eitthvað af mér þá bið ég afsökunar. Vamos a leer el texto de hoy que está en Éxodos. La computadora, Dovile, por favor. Que está en Éxodo 16, Förum í aðra Mósebók 16. kapla, del 1 como al 30. fyrsta vers til 30. vers. Te lo voy a dar aquí para que lo tengas aquí. Espero que sea la correcta, sí. Y vamos a empezar a leer. Aquí. Como siempre vamos a tratar de leerlo. Está en español de este lado, en islandés aquí. Það er á spænsku þarna megin og íslensku hérna megin. Entonces, yo voy a leer. Ég ætla að lesa. Una vez más, entiendo que es una lectura bastante larga, Ég gerir mig grein fyrir að þetta er alltaf langur texti. pero como siempre les digo, y voy a tratar es mucho más importante lo que dice la Biblia que lo que yo pueda decir.
Það er miklu mikilvægur að það sem Biblían segir heldur en það sem ég segi. Entonces les voy a pedir que hagan de cuenta que están viendo una película Við skulum bara láta eins og við séum að horfa á bíómynd y que se metan en la escena, que se imaginen la escena de lo que van leyendo. Yo voy a ir leyendo y ustedes siguen conmigo. og við skulum fara að ímynda okkur þetta sem er að gerast þarna. Partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Því næst héldu þeir á stað frá Elim og allir söfnuður Ísraelsmanna Tenían aproximadamente, kom til sín eyðimörkurinnar sem liggur milli Elim og Sínaí á 15. degi hins annars mánaðar eftir burtför þeirra úr Egyptalandi. Un poquito de contexto, tenían aproximadamente un mes de haber salido de Egipto. Þannig að þeir voru þarna búin að vera mánuð, það var mánuð síðan að fóru út úr Egyptalandi. Para los que recuerden y para los que no sepan, Dios los había ya liberado del faraón. Þið sem vitið ekki, þá var Guð búin að frelsa þá frá Faraó. Les había abierto el mar para que cruzaran. Hann var búin að opna fyrir þeim Rauðahafið til þess að þeir kæmist þar Ya había yfir. hecho grandes milagros con ellos el Señor en tan solo ese mes, no digamos Og antes. hann hafði gert ótrúlegustu kraftaverk þarna bara á þessum mánuði. Versículo 2. Luego, en el desierto, la comunidad israelita comenzó otra vez a reclamarle a Moisés y a Aarón. Þá möglaði allir söfnuður Ísraelsmanna gegn Móse og Aron í eyðimörkinni. ¿A quién le empezaron a reclamar? A Moisés y Aarón, ¿no? Gegn hverjum voru þeir að mögla? Gegn Móse og Aron. Los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en tierra de Egipto cuando nos sentábamos frente a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos has traído este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Og þeir allir söfnuður Ísraelsmanna sagði: betur að við hefum dáið fyrir hendi drottins í Egyptalandi við sátum við kjötkallana og átum og satt af brauði því að þið hafi farið með þess út á þessa eyðimörk til þess að láta allan þennan mannfjölda deyja af hungri. Les recuerdo que ellos eran esclavos en Egipto. Þið þurfa að muna að þau voru þrælar í Egyptalandi Estaban oprimidos, og það var verið að fara illa með þá. abusados, Já, og það hefur verið að con escasez de todo. undiroka þá og það var mikil skortur hjá þeim. Al parecer se les olvidó. Þeir voru alveg búin að gleyma því En un mes. á einu mánuði. En un mes de que Dios había estado haciendo milagros en la vida de ellos, Guð hafði verið að gera kraftaverk á þessum mánuði í lífi þeirra se les olvidó og de þeir dónde venían. gleymdu hvaðan þeir voru að koma. Entonces el Señor dijo a Moisés: Þannig að þá sagði drottinn við Móse: yo haré llover pan del cielo para ustedes, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos ¿qué dice? A prueba si andan o no en mi ley. Þá sagði drottinn við Móse: sjá, ég vil láta rigna brauði af himni handa yður og skal fólki fara út og safna hver dag svo miklu sem þarf þann daginn, svo að ég reyni það hvort það vil breyta eftir mínu lögmáli eða ekki. Un pequeño resumen de estos 4 versículos. Skulum taka þetta aðeins saman. Vienen en el desierto, Þeir voru þarna í eyðimörkinni se les están acabando las provisiones. og það er allir matur að klárast. Los estudiosos calculan que era una cantidad de entre 2 y 3 millones de personas. Og þeir sem eru í þessum guðfræðum O sea, no eran poquitos, era una multitud. Þetta hafi verið ¿cuántos? Entre 2 y 3 millones de personas. Algunos dicen 2, algunos dicen 3, pero eran muchísimos. Sumir fræðimenn halda að þetta hafi verið 2 til 3 milljónir manna. Una multitud. Mikill fjöldi fólks Se les empiezan a acabar los víveres, og el agua, matur og vatn að klárast y prenden las alarmas, ¿no? og þeir vakna upp við vondan svefn. Y en el 6º día, cuando preparen
lo que traigan, la porción será el doble de lo que recojan diariamente. Og þeir á hinu 7. degi tilreiða það sem þeir koma með heim, skal það vera tvöfalt við það sem þeir annars safna daglega. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, por la mañana verán la gloria del Señor. Linda. Þá segði Hasta Móse og Aron við alla Ísraels menn, í kvöld skulu þér viðurkenna að drottin hefur leitt yður út af Egyptalandi og á morgun skulu þér sjá dýr drottins. ¿Se acuerdan en el versículo 2? Munið í versi 2, ¿Se acuerdan en el versículo 2? ¿Contra quién se quejaron? ¿Contra quién se reclamaban? gegn hverjum voru þeir að mögla? Ok, Möglaðu gegn Móse og Aron. continuamos. Por la mañana verán la gloria del Señor, Og á morgun skulu þér sjá dýr drottins, que ha oído sus quejas. ¿Contra quién? með því að hann hefur heyrt möglanir yðar gegn drottni. Contra Él. Que nosotros, ¿quiénes somos para que ustedes se quejen en contra nuestra? Því að hvað erum við að þér möglið gegn okkur? Interesante, ¿no? Seguimos leyendo. Já, þetta athyglisvert. Y Moisés dijo, Og Móse sagði, esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus quejas contra Él. þetta verður þegar drottin gefur yður að kvöldi kjöt að eta og brauð til saðnings að morgni, því að drottin hefur heyrt möglanir yðar sem þér beinið gegn honum. Ah, caray. ¿Contra quién se quejaron? Þannig að gegn hverjum voru þeir að mögla? Esta semana fue especialmente difícil porque Þessi vika var erfið. yo sabía perfectamente lo que iba a compartir con ustedes Ég vissi hvað ég var að fara að deila með ykkur y platicábamos en la semana con Dovile, con mi esposa, og ég var að spjalla við konuna mína í vikunni y les soy sincero, og til að vera alveg heiðalegur fue una semana en la que me quejé muchísimo. og það var vikan sem að ég kvartaði svo mikið. Y conforme te quejas y lees esto, Og þegar maður er að kvarta og mögla og svo les maður þetta, se dan cuenta que cuando nos quejamos að þá tökum við eftir að þegar við erum að kvarta og mögla y quejamos, og við erum að kvartamos, ekkert. Dios lo toma personal. Los estamos quejando en contra de Él. Þá tekur Guð því persónlega og hann telur að við séum að kvarta gegn honum. Es interesante, ¿no? Þetta er athyglisvert. Y últimamente ha sido y a lo mejor les va a pasar a ustedes, ha sido una lucha Kannski hefur þetta gerst fyrir ykkur líka. interna, Þetta getur verið barátta hið innra með okkur. porque ahora cada vez que me estoy quejando me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Að því að nú þegar ég kvarta þá ger ég grein fyrir því hvað ég er í rauninni að gera. Y te das cuenta de cuánto te bendice Dios Og maður tekur eftir því hversu mikið Guð er að blessa okkur. y tú quejándote. En maður svo að kvarta. Ahora, no sé si notaron algo, Ég veit ekki hvort þið tekið eftir einu atriði. aquí en estos versículos, Í þessum versum hérna. luego en el desierto, y los israelitas comenzó otra vez a reclamarle a Moisés y Aarón. Þá möglaði allir söfnuður Ísraelsmanna gegn Móse og Aron. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Hvert var svar Guðs við því? Yo os haré llover Sjá, ég vil láta rigna brauði pan del cielo. af himni. Si fuéramos nosotros los que estamos en esta situación, Ef að við erum í þessari stöðu, no sé, pienso yo, por lo menos yo, que ¿cuántos tienen hijos? hversu mörg ykkar eigi börn hérna inni? Y se están queja y queja y queja. Og ef þau eru alltaf að kvarta.
ahora no te doy nada. Já, nú farið ekki neitt. ¿No? Það ekki? Sin embargo, ellos se están quejando En þarna eru þau að kvarta y el versículo dice, comenzaron otra vez. O sea, og þarna kemur fram að þau hafa enn einu sinni byrjað að obviamente mögla. están queja y queja. Þarna Y eru þau greinlega alltaf að mögla la respuesta de Dios a sus quejas, og svar Guðs við kvartinu, yo os haré llover pan del cielo. sjá, ég vil láta rigna brauði af himni. ¿No? Entonces, ¿para qué oramos si podemos quejarnos, no? Til hvers að biðja ef við getum bara kvartað? ¿Podríamos pensar eso? Það væri hægt að hugsa það þannig. Vamos a seguir viendo. Entonces Moisés dijo a Aarón, dile a la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus quejas. Og Móses sagði við Aron, seg við allan söfnu Ísraels manna, gangi nær í augsýn drottins, því hann hefur heyrt möglanir yðar. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube, y el Señor habló a Moisés y le dijo, Og Aron talaði þetta til alls safnaðir Ísraels manna, snéru þeir sér móti í eyðimörkinni og sjá, dýr drottins birtist í skýinu. he oído las oraciones de los israelitas. ¿Dice las oraciones? Stendur þarna, ég hef heyrt bænir Ísraels manna, He oído las quejas de los israelitas. ég hef heyrt möglanir Ísraels manna stendur. Háblales y diles Tala til þeirra og seg, que los voy a castigar. að nú No. ætla ég að hefna mín á þeim. No, diles, al Ay. caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Sólsetur skulu þér kjöt eta og að morgni skulu þér fá saðning yðar af brauði og þér skulu viðurkenna að ég drottinn Guð yðar. Tengo que reconocer que yo a veces soy bien quejumbroso. Ég verð að viðurkenna það að ég oft mjög kvartgjarn. ¿Alguno de ustedes se identifica con eso? Einhver svona líka eins og ég? Hay momentos muy difíciles, ¿no? Það stundum erfitt í lífinu. Sigamos tratando de... ¿Habrá una respuesta para qué me oro si me puedo estar quejando? Þannig að eitthvað svar þegar ég að kvarta. Por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Kvöldi bar svo við að lynghæns komu og huldi búðirnar en morgunin var döggmóða umhverfis búðirnar. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una capa delgada como copos, menuda, como escarcha sobre la tierra. En upplétti döggmóðinni, lá eitthvað þunnt smákornótt yfir eyðimörkinni, þunnt eins og héla á jörðu. Acá estuvo cortito. Aquí viene algo muy importante. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no? Porque no sabían que ese es el pan que el Señor les daba para comer. Þegar Ísraelsmenn sáu þetta, sögðu þeir hver við annan, hvað þetta? Því að þeir vissu ekki hvað það var. Þá sagði Móse við þá, þetta brauðið sem drottinn gefur yður til fæðu. Les dijo Moisés, esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer, tomarán como 2 litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. En þessi skipun drottins, safnið því eftir því sem hver þarf að eta. Þér skulu taka 1 gómer á mann eftir fólksfjölda yðar, hver handa þeim sem hann hefur í tjaldi sínu. Sigan imaginándose la escena. ¿No? Haldið áfram að ímynda ykkur í huganum hvernig þetta allt þarna hjá þeim. Así lo hicieron los israelitas y unos cogieron mucho y otros poco. Og Ísraelsmenn gjörðu svo og söfnuðu sumi meira og sumi minna. Los grandotes agarraron mucho, los
los chiquitos agarraron poquito. Þeir sem voru stórir söfnuðu miklu og þeir sem voru minni söfnuðu minna. Cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. En þeir mældu það í gómermáli hafði sá ekkert afgang sem miklu hafði safnað og þann skorti ekki sem litlu hafði safnað, heldur hafði hver safnað eftir því sem hann þurfti sér til fæðu. Que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés. Móses sagði við þá, enginn má leyfa neinu af því til morguns. ¿Ok? Estamos siguiendo la historia. Erum við að fylgjast með sögunni? Nadie agarre más de lo que necesita. No guarden para mañana. No guarden nada. Þið skulu ekki vera að leyfa neinu eða geyma eitthvað til næsta dags. Pero no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Ajá. En þeir hlýddu ekki Móse, heldur leyfðu sumir nokkur af því til morguns, en þá kviknuðu maðkar í því, svo að það fúlnaði. Entonces Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba se derretía. Þá varð Móse þeim reiður. Þeir söfnuðu því þá hvern morgun, hver eftir því sem að þurfti sér til fæðu, en þegar sólin skein heitt bráðnaði það. En el sexto día recogieron doble porción de alimento, unos 4 litros para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, En á 7. deginu söfnuðu þeir 2-falt meira brauði, 2 gómera á mann, komu þá allir foringjar liðsins og sögðu Móse frá. esto es lo que ha dicho el Señor. Les respondió, mañana es día de reposo consagrado al Señor. Cuezan lo que han de comer y hiervan lo que han de hervir, y todo lo que sobre, guárdenlo para mañana. En hann sagði við þá, þetta það sem drottinn sagði, á morgun hvíldardagur, heilagur hvíldardagur, drottins. Bakið það sem þið viljið baka og sjóðu það sem þið viljið sjóða, en allt það sem afgengur skulu þið leggja fyrir og geyma til morguns. O sea, recojan solo para un día. Tínið bara fyrir 1 dag Y no lo guarden porque se va a gusanar. Ekki geyma það vegna þess að það fyllist á ormum Y ahí van y lo guardan, ¿no? og Y samt se sem les áður agusanó. tóku þeir til og geymdu matinn og hann byrjaði að fá orma, kviknuðu maðkar í honum. Solo para un día. Þeir áttu bara að tína fyrir hvern dag. Habrá bendición nueva cada día. Solo recojan para un día. Það mun vera önnur blessun á morgun. Pero el viernes En á föstudeginum recojan para 2 días. þá skulu þið tína fyrir 2 daga. ¿Por qué? Af hverju? Y no se va a echar a perder. Og þá mun það ekki eyðileggjast. ¿Quién te entiende, no? ¿Quién te entiende, no? Já, þetta skrítið. Porque eso es lo que ha dicho el Señor. Þetta það sem að drottinn hefur fyrirmælt. Y lo guardarán hasta la mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió ni se agusanó. Þeir lögðu það þá fyrir til næsta morguns eins og Móse bauð og fúlnaði það ekki né maðkaði. Porque el séptimo día Af hverju? Það út af því að tenían que descansar. hinn 7. dag áttu þeir að hvíla sig. Vamos al 16. 6 días lo recogerán, pero el séptimo día es día de reposo. No habrá nada. Þá sagði Móse, í dag skulu þér eta það, því að í dag hvíldardagur drottins. Í dag finnið þér það ekki á mörkinni. Y en el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. 6 dagar skulu þér safna því, en 7. dagurinn hvíldardagur, þá mun ekkert finnast, og 7. daginn gengu nokkrir af fólkinu út til að safna, en fundu ekkert. Otra vez
les dicen, no salgas el séptimo día, y ahí van y desobedecen. Og þeim var sagt ekki fara út að tína á hvíldardeginum en samt voru sumir sem óhlýðnuðust og fóru. Me imagino que pensaron, no, pues ¿cómo vamos a desperdiciar tanto pan? En sumir hafa þessu No. að við skulum ekki fara að eyða svona miklu verðmætum. Tan bueno que está. Eins gott og það þetta brauð. ¿Alguna vez pensamos así? Stundum hugsaum við þannig. ¿Verdad? Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? Drottinn sagði Móse, hversu lengi tregðist þér við að varðveita boðorð mín og lög? Miren que el Señor les ha dado el día de reposo, por eso el sexto día les da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Lítið á vegna þess að Drottinn hefur gefið yður hvíldardaginn. Þess vegna gefur hann yður 7. daginn brauð til 2 daga. Haldi hver maður kyrru fyrir á sínum stað. Enginn farið heiman á 7. deginum. Y el pueblo reposó el séptimo día. Og fólkið hvíldist á hennu 7. degi. Ahora viene algo bien interesante. Og nú þetta mjög athyglisvert hér. Quise leer todo esto Lauca- porque no vamos a hablar mucho del sábado, pero es importante recordar y lo claro que es en la Biblia, ¿me entiendes? Það mjög mikilvægt að skilja þetta atriði og hversu skýrt það í Biblíunni. Ahora, y la casa de Israel le puso el nombre Og a lo que caía del cielo Ísraelsmenn kölluðu þetta brauð de maná. manna. Y era como la semilla del cilantro blanco y su sabor era como hojuelas de miel. Það líktist kóríandi fræi, var hvítt og að bragði sem hunangskaka. Ha de haber estado bien rico el pan. Þetta hefur örugglega verið mjög gott brauð. ¿Se imaginan? Getið ímyndað ykkur? Un pan que sabe naturalmente a miel. Brauð sem bragðist eins og hunang Y que a fin de cuentas disfrutaron después de estarse quejando. og samt sem að þau fenguðu að njóta brauðsins þó þau hafi verið að kvarta. Entonces, ¿por qué orar si me puedo quejar? En á hverju ætti ég að biðja ef ég get bara kvartað í staðinn? ¿Alguien sabe qué es esto? Vitið þið hvað þetta er? ¿Alguien entiende hebreo? Skilur einhver hebresku hér inni? ¿Nadie? Nei. Strongs 4478. Þetta númerið yfir Strong's Concordance sem einhvers konar orðabók. ¿Nadie me puede decir qué es esto? Veit enginn hvað þetta er? ¿Qué es esto? Esto es lo que significa eso. Það það sem þetta þýðir. Hvað þetta? ¿Se acuerdan en el versículo 2? Munið eftir No, en el versículo 7, ¿no? Que dicen, ¿y esto qué es? í 7. versi þegar fólkið spyr, hvað þetta? Y es lo que hoy nosotros, es la palabra que nosotros entendemos como maná. Og það sem við köllum manna. ¿Qué es esto? Hvað þetta? Es literalmente lo que significa. ¿Y esto qué es? Það þýðir bókstaflega það. Hvað þetta? Ahora, esto es muy interesante porque Þetta athyglisvert. esa es la diferencia. Rafa decía, ¿cómo sabemos que Dios contestó mi oración? Dice, porque se manifiesta en algo que le he estado pidiendo. Eins og Rafa sagði áðan, hvernig vitum við hvernig Guð hefur svarað bænum? Það vegna þess að hann svarar bæninni á einhvern hátt sem að við merkjum. Pero si tú no estás pidiendo, si no sabes lo que estás pidiendo, si nada más te estás quejando, En þú veist kannski ekki hvað þú ert að biðja þú ert bara að kvarta, corremos el riesgo þá erum við í hættu de no darnos cuenta de la bendición que Dios nos está mandando. að skilja ekki blessunina sem Guð að gefa okkur. Y eso puede ser muy peligroso. Og þetta mjög hættulegt. Luego en el desierto la comunidad comenzó a reclamarle y habló Aarón y entonces el Señor dijo, yo os haré llover pan del cielo. Þá möglaði allir söfnuður Ísraelsmanna gegn Móse og Aron. Í eyðimörkinu þá sagði Drottinn við Móse. Una vez más, una multitud Aftur þarna fjöldi manns en problemas, í vanda sin recursos.
og með engan mat. Dios dice, yo les voy a dar la solución, yo los voy a salvar. Þá segir Guð, sjá, ég vil hjálpa ykkur, ég ætla að bjarga ykkur. ¿Se acuerdan? Munið eftir því. ¿Y ellos qué dicen? Hvað segja þeir þá? ¿Y esto qué es? Þá segja þeir, hvað er þetta? Dios les estaba mandando su salvación Guð hann var að senda þeim björgun y ellos no la reconocieron. og þau könnuðust ekkert við þetta. ¿Por qué? Af hverju var það? Porque en vez de estar orando, Þegar í staði fyrir að vera að biðja til Guðs, se estaban quejando. þá voru þeir bara að kvarta. Y llegó su salvación Og svo kom björgunin y no la reconocieron, og no la þeir vieron. könnuðust ekkert við þetta og vissi ekki hvað þetta var. Y eso, si se acuerdan, Og ef þið munið eftir því, dice, justo después de que reciben el pan, að eftir að hafa tekið við þessu brauði, les dice, no lo guardes porque se agusana. þá sagði Guð ekki geyma þetta því að það mun fyllast af maðki Desobedecen. og samt þeir óhlýðnir. No salgas el sábado a recoger, Ekki fara út að tína á hvíldardegi sal y desobedecen. og þeir fara út samt sem áður og óhlýðnir. Quisiera sugerirles esta mañana que cuando por estarnos quejando y no reconocemos la salvación que nos está dando es mucho más fácil no comprometerte porque no aprecias la respuesta que te está dando Dios a tu oración. Já, þið eru að tala að þegar maður að kvarta, að þá missir maður af því að kunna meta bænasvari sem maður fær. Porque muchas veces, Það oft hannig, seguramente Dios nos está bendiciendo día a día. þá Guð að blessa okkur á hverjum degi. Y muy probablemente nosotros no lo vemos y simplemente, ¿y esto qué es? Og við kannski gerum okkur ekki grein fyrir og segjum bara hvað þetta. Alguien te ayudó, Kannski var eitthvað sem hjálpaði þér, se solucionó tu problema. það leystist vandamálið Cuando más necesitabas te cayó un dinerito. og akkur þegar þú þarnaðist þess þá kom peningur. Pero por estarnos quejándonos, En að því að vorum bara að kvarta, ni cuenta nos damos. þá tókum við ekkert eftir því. Y decimos, ¿y esto qué es? Og hvað þetta, spyrjum við. Es la salvación que Dios te está mandando. Og þetta björgunin sem Guð að koma með fyrir þig. Y créanme que, como muchas veces le digo, esto es para compartirlos con ustedes y para mi propio corazón. Þetta til þess að deila þetta vil ég deila meðal ykkar og þetta líka fyrir mig. Y espero que a partir de hoy, al igual que a mí, Og bara vonandi fyrir ykkur eins og fyrir mig, cada que se estén quejando se acuerden, me estoy quejando contra Dios. að muniði að þegar þið að kvarta, þá það að kvarta gegn Guði. Y no voy a ver su respuesta y su bendición. Og þá muni Tal ég ekki vez. sjá blessununa sem hann vil gefa mér. Ahora, no te quedes con nada, dice, porque de lo que no te deshagas se va a gusanar. Og hann segir ekki halda henni eftir því að það mun maðkast. Vámonos 1500 años más adelante. Við skulum fara áfram 1500 ár í tímanum. Juan 6, 31 al 35. Þá förum við til Jóhannesar Guðspjalls 7. kapla 31. til 35. vers. Nuestros antepasados comieron maná en el desierto. Feður vorir átu manna í eyðimörkinni. Así dice en las escrituras, les dio pan del cielo para que comieran. Eins og ritað brauð af himni gaf hann þeim að eta. Entonces Jesús les dijo, Þá sagði Jesús við þá. les digo la verdad, Moisés no fue el que les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Sannlega segi ég yður, Móse gaf ykkur ekki brauð af himni, heldur gefur faðir minn yður hið sanna brauð af himni. ¿Y quién es el verdadero pan del cielo? Og hver hið sanna brauð af himni? Continúa diciendo Jesús, pues el pan que Dios da
baja del cielo y da vida al mundo. Og hann heldur áfram að segja, hann Jesús, brauð Guðs sá sem stígur niður á himni og gefur heiminum líf. Le dijeron, Señor, danos ese pan de ahora en adelante. Þá sögðu þeir við hann, Herra, gef oss ætíð þetta brauð. Ya caray, Jesús les dijo, Og Jesús sagði þá við þá, yo soy el pan de vida. ég brauð lífsins. Y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur. Quisiera sugerirles, bueno, y termina, quien cree en mí nunca tendrá sed. Og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Uno de los comentaristas del comentario de Tyndale dice algo más o menos así. Það einhver sem hefur gert svona, ég veit ekki alveg hvernig að segja kommentari á íslensku, en þetta svona umsögn Tyndale biblíuna. Dice que el libro de Éxodo, Að önnur Mósebók en el Antiguo Testamento, í Gamla testamentinu, por lo regular pensamos que es del Éxodo. þá hugsum við oft, já þetta bara það þegar þau fara út úr Egyptalandi. Pero dice, es el libro más importante de entender, dice, Þetta mikilvægasta bókin til að skilja para ayudarnos a entender el mensaje central del Nuevo Testamento. til að skilja hið mikilvæga boðskap Nýja testamentisins. Y para mí es impresionante entender esto, Það mjög mikilvægt að skilja þetta, que en el Éxodo að í annarri Mósebók Dios no solo los estaba tratando de salvar, þá var Guð ekki bara að reyna að bjarga þeim, sino los estaba tratando de formar también. heldur var hann líka að reyna að móta þá. Y es evidente y muy claro Það augljóst que ese pan, ese maná que bajó del cielo, að þetta brauð sem kom af himni ese requerimiento de obediencia, og það að það þurfti til hlýðni, ese consejo de no guardar nada porque se agusana, þetta ráð að vera ekki að geyma neitt til morguns, annars myndi það fyllast af maðki. era simplemente Dios tratándolos de formar Það var bara Guð að reyna að móta þá. y era un tipo del antitipo de lo que habría de venir, que era Jesucristo. Og líka var verið að kenna þeim það hver var að fara að koma, Jesús Kristur sjálfur. Ahora una pregunta, Og nú eina spurningu. todos tenemos algo Við erum með eitthvað guardado posiblemente. sem að við geymum. Yo quiero decirles Mér langar að segja ykkur y decirme a mí mismo og segja við mig sjálfan que si lo guardamos se va a gusanar. að ef við geymum það þá maðkast það bara. Y nos vamos a gusanar con eso. Og þá verðum við líka möðkuð. Jesucristo no solo quiere salvarnos, Jesús vill ekki bara bjarga okkur, sino frelsa quiere okkur, formarnos, hann vill líka móta okkur, quiere guiarnos, quiere enseñarnos. hann vill kenna okkur, leiðbeina okkur. Al igual que en el Éxodo, Alveg eins og í annarri Mósebók. estaba tratando de salvarlos y formarlos, Þannig var hann að reyna að frelsa þá og móta þá Él sigue haciendo eso mismo hoy en día. og hann að gera þetta í dag líka. Pero tenemos dos riesgos. Þannig tvennt sem við þurfum að varast, Uno es que en vez de orar, að staðið fyrir að maður sé að biðja, nos estemos quejando að við erum að kvarta y no reconozcamos esa salvación. og þá kannski getum við átt hætt á því að sjá ekki þessa frelsun. Y que lejos de reconocerla, digamos, ¿y esto qué es? Í staðið fyrir að kannast við hana, þá munum við bara spyrja hvað er þetta? Y el otro riesgo que tenemos Og hinn hættan svo es que si estamos guardando algo að ef við erum að geyma eitthvað eftir,
que Él ya nos dijo que no lo guardemos Og ef hann sagði við okkur að geima það ekki, y se vaya a gusanar. að þá getur það að byrja að maðkast. Creo definitivamente que la historia del Éxodo y esto que leímos hoy Ég held að sagan úr annarri Mósebók og þetta sem vorum að lesa hérna es una historia que Jesús nos confirma en Juan Þetta er saga sem að Jesús er að staðfesta í Jóhannesar Guðspjalli, de que Él está tratando de salvarnos y de formarnos. að hann er að reyna að frelsa okkur og líka móta okkur. Ahora, estamos en una semana de oración Núna er bænavikan í gangi y quisiera hacer algo un poquito diferente y especial hoy. Mér langar að gera eitt sem er aðeins öðruvísi en venjulega. Quisiera hacerle dos preguntas Mér langar að spyrja ykkur relacionadas a los dos problemas que les comenté que tenemos. sem er tengt þessum tveimur vandamálum sem ég nefndi. En base a que sabemos que Dios está haciendo pan fresco para nosotros cada día. Við vitum að Guð er að búa til brauð fyrir okkur sem er ferskt á hverju degi. Él quiere bendecirnos cada mañana, Hann cada vil día. blessa okkur á hverjum morgni og á hverjum degi. Sus panaderías están las 24 horas trabajando, Og bakarið hans er að vinna allan sólarhringinn. produciendo ese pan, esa bendición, esa salvación que necesitamos. Og hann er að framlega þessa frelsun og þessa blessun sem hann vil gefa okkur. ¿Cuántos de ustedes, Hversu mörg ykkar hér, y les voy a pedir que levanten la mano, realmente que lo piensen y lo decidan si lo quieren hacer, og hugsið ykkur aðeins og rétti aðeins upp hönd ef þið virkilega viljið. quisieran decir y levantar su mano, Liftið upp hendinni no me quiero quejar, quiero orar? að ég vil ekki vera að kvarta lengur, ég vil bara biðja. Señor, quiero orar, quiero aprender a orar. Ég vil biðja og ég vil læra að biðja. Y no me quiero quejar porque no quiero perderme de tus bendiciones. Og ég vil ekki vera að kvarta því ég vil ekki missa af frelsuninni, missa sjónar af frelsuninni. Levanten su mano los que piensan así y piénsenlo bien porque les voy a hacer otra pregunta. Og hugsið ¿Quiénes ykkur, quisieran levantar su mano? hverju vilja Y rétt decir, upp yo hönd? Og þið ya no me quiero quejar. nú vil ég ekki kvarta lengur. Og þið þurfum að hugsa ykkur vel því ég ætla að spyrja ykkur annari spurningu líka. Amén. Amen. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Og svo er hinn spurningin. Y esta es un poco más personal, Þetta er nú persónulegra henni hitt, pero les voy a tratar de poner el ejemplo. en ég ætla að gefa ykkur dæmi, fjórdæmi. ¿Cuántos de ustedes Hversu mörg ykkar hér inni quisieran decir, myndi vilja segja, ay, ya no quiero guardar esto, nú vil ég ekki vera að geyma þetta lengur. porque se va a gusanar Því að það maðkast o se está gusanando? eða það er að byrja að breytast eða fyllast að maðki. Tal vez una mala adicción, Kannski Addiction. einhver ávæni sem maður er búin að bindast, un rencor enorme, einhver reiði gagnvart einhverjum, un mal hábito, einhver slæmur ávæni, un deseo insano einhver þrá sem er óheilbrigð que hemos estado guardando por mucho tiempo. sem við höfum verið að geyma í langan tíma. Y Dios nos está diciendo, Guð er að segja við okkur se va a gusanar. að þetta mun maðkast. Yo sé que hay gente aquí que ha sido cristiana, que aceptó a Cristo hace 10, 20, 30 años. Ég veit að það eru trúaðir kristnir einstaklingar hér sem að tóku við Kristi fyrir mörgum ári síðan. Y yo sé que hay algunos tan recientes como la semana pasada que tuvimos bautismos. Og ég veit að sumir eru nýjir og því að þeir voru skýrðir í síðustu viku. Y yo estoy aquí, enfrente de ustedes, Og hér er ég frammi fyrir ykkur y voy a ser el primero en levantar, en levantar mi mano. að ég ætla að vera svo fyrsti sem að lyfta upp hendinni. ¿Cuántos quisieran levantar su mano
Hversu mörg ykkar vildu vilja lyfta upp hönd, rétt upp hönd y decir, Señor, og segja, esto lo quiero tirar Drottin, ég vil henda þessu, porque se está gusanando. af því að það er að fyllast af maðki. Ahora, les voy a pedir algo especial. Ya que estamos en una semana de oración, Ég ætla að biðja ykkur eitt mjög sérstakt vegna þess að við erum í bænavíku. que todos aquellos que levantaron sus manos se levanten. Öll þið sem hafa rétt upp hönd, standið á fætur Y si podemos, og ef við getum mögulega que pasemos aquí al frente y nos arrodillemos aquí. að No koma, porque esto sea un lugar especial, sino porque quiero que estemos tan juntos como podamos. ég vil að við komum hérna fram öll saman og ekki að því að þetta er eitthvað sérstakur staður, heldur það að við getum komið hérna að vera saman sem ein heild. Y vamos a pedirles juntos a Dios Við skulum biðja saman til Guðs que nos enseñe a orar y no quejarnos. og að Guð kenni okkur að biðja en ekki að kvarta Y que nos ayude a deshacernos de eso que se está gusanando. og að hjálpi okkur að læknast. Entonces, los que puedan, les voy a pedir que se arrodillen, Þeir sem geta, við ætla að biðja ykkur að fara á hnén que se tomen de la mano si es posible, og þið sem að leiðist, eða þið sem getið leiðist, porque todos somos hermanos y todos necesitamos esa misma sanación, Og við esa erum- misma formación. við erum öll sískinni, við þurfum öll að fá þessa lækningu. Y yo voy a orar para empezar y después voy a dar un momento de silencio, un minutito. Ég ætla að byrja á því að biðja og hafa svo smá hljóð Y los que quieran pasar y apoyar la oración de los que estamos aquí enfrente, y tal vez le voy a pedir a, no sé, tal vez a Osi que termine con una oración biðja kannski ósum að ljúka bæninni. y vamos a orar. Við skulum biðja saman. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día. Kæri Faðir á himnum, ég þökkum þér fyrir þennan fagra dag. Y Señor, estamos todos aquí reunidos en esta mañana, Við erum öll komin hér saman þennan morgun postrados ante ti, Señor, á hnjánum frammi fyrir þér. pidiéndote que nos ayudes. Við biðjum þig að hjálpa okkur. Señor, queremos aprender a orar. Við viljum læra að biðja. Queremos dejar de quejarnos, Padre. Queremos ver tus bendiciones cada día. Við viljum hætta að kvarta og viljum sjá blessanir þínar á hverjum degi. No queremos perdernos de tu bendición. Við viljum ekki missa af blessanunum. Señor, sabemos que eres tan misericordioso que aún cuando nos quejamos, Við vitum að þú ert svo miskunnsamur að þegar við kvörtum, tú decides bendecirnos, Señor. þá tekur þú ákvörðun að blessa okkur. Pero, Señor, no queremos perdernos esa bendición. En við viljum ekki missa sjónar af þessari blessun. Y, Señor, esta mañana también queremos pedirte Við viljum einnig biðja í þig í dag que tomes de nuestra vida að þú takir líf okkar til þín. todo aquello que no debemos guardar. Já, takir það úr lífi okkar sem eigum ekki vera að geyma alltaf. Todo aquello que se está gusanando, Señor. Takir allt það sem er fyllt af maðki. Queremos entregártelo a ti, Padre, Við viljum gefa þér það, Drottin. y que nos des la fuerza Að þú gefur okkur styrk para permitirte que nos sigas formando. og að þú megir hjálpa okkur að mótast áfram. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Ég biði í Jesú nafni que nos ayudes. að þú hjálpir okkur. Vamos a orar un momentito y pedirle a Osi si puede terminar con una oración. Við skulum biðja nokkur hér saman og biðja svo Ósi að ljúka. Querido Señor, gracias porque tú eres tan misericordioso y nos amas tanto. Nosotros somos tus hijos y
nuestro sufrimiento es suficiente para cada día. Tú nos das un día a la vez. Ayúdame a mí, Señor, a confiar en ti 100%, que nunca me fallarás. Así que nunca me fallaste cuando te fuiste a la cruz. Fuiste fiel, Señor. Y si estuviste dispuesto a morir por mí en la cruz, también estás dispuesto a darme todo lo que necesito en esta vida. Te pido que bendigas a cada uno aquí. Ayúdanos a verte a ti cada día. Dear Heavenly Father, Querido Señor, we are in your holy presence. estamos aquí en tu presencia santa We need you so much. y te necesitamos tanto. We are great sinners. Somos pecadores. We sometimes don't know what to do and where to go. No sabemos a veces qué hacer y a dónde ir. Sometimes we make big mistakes in our lives. Y a veces hacemos unos errores muy grandes en nuestra vida. But I know that you still love us. Pero sé que nos amas todavía. At this moment, we are in your holy presence Estamos aquí en tu presencia santa, with our knees bowed down. en nuestras rodillas. Oh Lord, bless us. Bendícenos, Señor. Guide us. Guíanos. Please, we need you so much. Te necesitamos tanto. Forgive our sins Perdónanos nuestros pecados and lead your church. y guía tu iglesia. Because sometimes as a church we make mistakes. Porque a veces como iglesia hacemos errores, But we know that you still love us. pero sabemos que todavía nos amas. We are here with sincere hearts. Aquí estamos con nuestros corazones sinceros We are open our heart for you. y queremos abrir nuestro corazón a ti. Please dwell within us. Te pido que vivas dentro de nosotros Forgive us. y perdónanos. Bless us. Bendícenos. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Vean alrededor de ustedes y recuerden que toda esta gente que están viendo a su alrededor, recuérdenlos en la semana, recuerden que necesita que oren por ellos. Vi skulum horfa til hvers annars hér í dag og muna það að hvert eitt okkar þurfum á fyrirbæn að halda. Oren por mí, Ég bið ykkur að biðja fyrir mér yo voy a orar por ustedes og ég ætla að biðja fyrir ykkur. y que Dios los bendiga. Megi Guð blessa ykkur öll. Þakka fyrir, Adrian. Jæja, við ætlum að syngja síðasta sálminn í dag. Hann er undurfagur, þú himinn djúpa helganáð. Hvað segja á spænsku? Sublime gracia. Já. Við skulum syngja saman. Amen.
Ég ætla að byrja Adrín að koma og vera með blessunarorð. Voy a leer la benedicción que se encuentra en Efesios, capítulo 6, Við ætlum að fara í Efesus bréfið 7. kapla, versículo 23 y 24. síðustu 2 versin. Þetta eru blessunarorðin. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Friður sé með bræðrunum og kærleikur, samfara trú frá Guði, Föður og Drottni Jesú Kristi. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Náð sé með öllum þeim sem elska Drottin vorn Jesú Krist með ódauðlegum kærleik. Amén. Amen. Nada de pan viejo.